Gústi, þið takið KA 3-0 meðan að FH fari í fjóruleiki móti Haukum, kostur og gallar? Ég held að skipti litlu máli. Sko ef FH fari í 5 leiki hafi verið slæmt fyrir þá, þannig að ég held að 3 eða 4 sé ekki alveg það sem skipti öllu máli. Hvernig einvígi ertu að gera ráð fyrir? Ég held að þetta geti bara orðið hörku einvígi. Mér finnst þetta að vera álíka lið, bæði lið með hérna unga efnilega stráka, uppalda stráka sem hafa verið að spila stóru hlutverk. Sjáum Ómar hjá F-fangunum hefur verið frábær, Garðar hefur verið frábær. Þeir hafa verið að spila risa hlutverk hérna og algjör lykilmenn hjá þeim. Við erum með mjög unga og efnilega og spræka stráka og svo eru bæði liðin alltaf með bara reynslubolta í blandi þessa stráka. Þannig að ég held að þetta geti orðið mjög hnífjaft. Þið klárið ykkar einvígi áður en FH og Haukar klárast og umræðan var svo að FH myndi henda ykkur betur. Ég meina þið eru búin að vinna 1 leik á móti FH í vetur og meðan þið töpuð tvívegis á móti Haukum í deildinu og í bikarnum. Varstu fegin að mæta FH? Nei, ég get alveg sett þér á og það bara algjörlega bara 100% hreinskilni sko. Það voru mjög margir að spyrja manna þessu en sko við unnum 1 og þeir unnu 1 skilur, men þetta svona, við töpum illa fyrir Haukum en að samanskapið þá langar mann svo sem alveg að mæta þeim og reyna að gera betur þar. Ég held að hérna, þetta sé bara bæði mjög sterkir andstæðingar og við fengum FH og nú þurfum við bara að undirbúa okkur vel og við erum svona byrjaðir aðeins í því og hérna þurfum bara að vera klárir á föstudaginn í fyrsta leik. Hverjir eru svona helstu kostir FH-liðsins? Mér finnst þeir að spila feikilega góðan varnarleik og hafa góða markverði. Þannig að það svona eitthvað sem við þurfum að finna góða lausnir á þeirra vörn og svo hafa þeir bara eins ég var að segja mjög sterka einstaklinga sem eru gríðarlega öflugir, bæði skotmenn og már og mann. Ásamt ég hafa Jón Bjarna mjög sterkan línumann, þannig að þeir hafa, hvað ég segja, mörg vopn og við þurfum bara að vera tilbúnir í allt á móti þeim. Mér finnst þeir líka bara sóknarlega orðnir mjög fjölbreyttir og svona taktískt góðir, þannig að þeir tikki mörg box og við þurfum að vera á okkar besta leveli til þess að geta unnið þá. Verða allir leikmenn Vals leikfærir í leikinu á föstudaginn? Dagur Árni er ekki leikfær og verður ekki með en aðrir eru eins og tæm dag bara klárir og mjög spenntir og það bara svona, hvað maður að segja, við erum bara mikil stemning fyrir þessu niður á Hlíðarenda. Stelpurnar eru að spila í kvöld í undanúrslitum og hérna hafa verið að gera það gott og Karvan líka og það bara svona mikið stuð í kringum þetta núna og ég á bara vona mikið af Valsurum. Við erum með marga uppalda stráka og í okkar liði sem að spila í stórum hlutverkum, þannig að ég býst í góðri mætingu. Ég veit að F-fangarnir fjölmenna, þeir hafa verið gríðarlega öflugir á pollunum og ég á vona að Valsmenn gera það líka og ég sé að verið bara hörku handboltaveisla á Hlíðarenda á föstudaginn. Hver er besti leikmaður FH í dag? Garðar Sindrason er gríðarlega öflugur og hefur verið að spila vel og ég held að svona hann sé besti leikmaður en það er hún leið til Gúmusbakk.